Jón Marinó Jónsson, húsasmíðameistari frá Keflavík, ákvað fyrir nokkrum árum að venda kvæði sínu í kross og fara í nám í fiðlusmíði á Bretlandseyjum. Jón Marinó starfar í dag sem fiðlusmíðameistari. Sálir og bassabjálkar í hljóðfærum Jóns eru úr timbri sem fannst borð í Jamestown skipinu sem strandaði við hafnir á Reykjanesi árið 1881. Hljóðfærin sem hann hefur smíðað munu sameinast á tónleikum í Bergi í Hljómahöll föstudaginn 1. nóvember næstkomandi. Við hittum Jón og strengjakvartett á smíðaverkstæði fiðlusmiðsins. Mín kynni fyrst að þessum við voru þau að ég var með verktakafyrirtæki heim í Keflavík og þar fengum við að gera upp eldsta húsið í Keflavík sem heitir Þorvararhús og á Vallagötunni. Og þegar það var held ég 1992 eða 3 eitthvað svoleiðis og þegar við byrjuðum á verkinu þá var okkur tjáð að þetta væri klæðningin utan á húsinu væri úr þessu skipsstrandi Jamestown sem ég hafði aldrei heyrt á þetta minnst á þeim tíma. En við þurftum að taka, því við fengum leyfi til að byggja við húsið, þá þurftum við að taka einhverja 12-14 plankur húsinu og eigandinn ætlaði svo bara að nota það í stigan upp á aðra hæðið eitthvað, eða þetta var góðu viður. En svo fór ég að læra fiðlusmíði og þá fór ég að hugsa þessa planka því að það var alltaf talað að það væri gott að geta fengið við sem væri búin að hvað segir maður brjóta sig eða væri orðinn gamall. Í hljóðfæri, væri hann betri í hljóðfæri? Já, hann því að viður þannig og þetta er greni sem er í framhlið á fiðlunum og það þannig að þegar hann eldist þá verður hann harður og endanum náttúrulega eftir milljónir ára breytist hann í grjót en 100 ára gamall viður er orðinn svo harður að hann víbrar svo vel og hljóðið í þessum hljóðfærum byggist dálítið mikið upp á víbringi. Þannig að mér var hugsað til þessa planka þegar ég kom heim eftir fyrsta árið og fór ég til eigandans, hans Óla Ásmunds og spurði hvort hann ætti eitthvað bút af þessum plönkum sem ég geti fengið að skoða og hann sagði bara ég á alla þessa planka hérna ennþá og þú mátt eiga þá ef þú getur notað þá. Þannig að ég bara hringdi í pappa og við náðum í plankana og tókum þá heim og svo ég búinn að vera að nota þetta til þess að smíða úr búinn að ná að smíða nokkrar framhliðar á fiðlu en hef aðalega notað þetta í bassabjálka og sálir sem að kalla þeir En hvernig er þessi markaður ef ég spyr svona viðskiptaspurningu eru tónlistarmenn á Íslandi, tónlistarfólk að kaupa í hljóðfærabúðum eitthvað sem kemur frá útlöndum eða eru þeir að koma til þín eða er þetta svona bæði og? Þetta er bæði og. Það er rosalega mikið, þetta er náttúrulega fyrir það fyrsta, þá er Ísland rosalega lítið í stóra samhenginu. Það var alltaf talað í skólanum að það þyrfti 1 milljón manns fyrir einn mann eins og mig, svo einn maður eins og ég myndi þrífast. Já. Og en ég hef verið svona þokkalega lánsamur að geta selt eitt og eitt hljóðfæri en svo er ég náttúrulega að sinna viðgerðum á hljóðfærum og það er í rauninni svona lifibrauðið í þessu. En svo koma svona kúnnar eins og Vigdís Másdóttir sem keypti mér þessa víólu, hún datt bara inn og varð ástfangin að þessu hljóðfæri og þannig að ég næ að selja svona, ég segi kannski ekki alveg 2 hljóðfæri á ári en kannski 1 hljóðfæri á ári. Já, þetta er ekki meira? Nei, því miður. Af því að ég gæti smíða 10 fiðlur á ári
ef að ég gerði ekkert annað en að smíða fiðlur. Já, ok, þetta svo tímafrekt. Þetta dálítið tímafrekt, já. Þetta tekur svona, sko, sjálf smíðin á hljóðfærinu 5 vikur. Síðan lökkunarprósess sem að tegir sig yfir svona 2,5 mánuð, sko. Síðan kemur þessi hugmynd hjá þér og ykkur að halda tónleika með hljóðfærum úr Jamestown. Hvernig gerist þetta allt saman? Þú náttúrulega tengist Jamestown, já, það orðið búið að stofna félag í kringum Jamestown strandið og þar ert þú. Já. Þannig að þetta tengist allt saman. Þetta tengist allt saman. Það var nú svolítið skondin saga að segja frá því þegar að ég var boðið að vera í stjórn þarna á Jamestown á hún Helga Margrét Guðmundsdóttir, hún sem svona primus motor í félaginu. Hún vinnur í útvarpshúsinu og var einn dag að taka lyftuna upp á sinn vinnustað og það háttar þannig til að í annarri lyftunni spilur Rás 1 og hinni lyftunni spilur Rás 2 og hún segist alltaf velja lyftuna sem að spila það sem Rás 1 og þá var ég akkurat í viðtali hjá henni Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur á Rás 1. Á Rás 1 sko og akkurat þegar Helga kemur inn í lyftuna að segja frá þessum við sem ég að nota í hljóðfærin sem kom úr þessu skipi Jamestown og þá var hún akkurat nýbyrjuð að hugsa þetta strand. Þannig að hún bara hringir í mig bara með þetta saman og ég bara sjangaði þær inn í hópinn og búinn að vera í honum alveg frá stofnun sko. Og þetta alveg meira skemmtilegt starf sko. Það sem við erum að reyna að finna út hvert viðurinn fór, í hvað var hann notaður og ef það eru hús ennþá standandi sem að eru byggður þessum við að þá viljum við merkja þau sérstaklega, þú veist að þetta sé úr þessu strandi. Það svona hlutverk félagsins Jamestown félagsins að það að finna út söguna, hvaða hús hafa verið, hvað þessi viður hefur verið notar í hvaða húsum á Íslandi. Mörgum á Suðurnesjum en líka víðar. Já, þetta ég heyrði einhvern tímann sagt að það hefði verið byggð hús úr þessu alveg frá Rangárvöllum og upp í Borgarfjörð sko, á því svæði sko. Af því að þetta var alveg gríðarlegt magnað timbri sko, þetta voru 100.000 plankar sem að voru sko 3 tómmur sinnum 12 tómmur. 2,40 upp í 3 metrar á lengd. Þetta ekkert smáræði. Og 1881 þegar allir bjuggu í torfkofum, lifðu á harðfisk og súrmat, þetta hefur verið þvílíkur fengur sko, bara að fá sko þetta til. Ég hugsa þetta hafi bjargað lífi margra Íslendinga frá þessum tíma sko, Suðurnesjamanna sko. En varðandi tónleikarna sem að þú ert að tengja við Jamestown og en það er fleira sem spilar inn í þetta. Þetta verður mikil sál í þessum tónleikum. Þú ert að tala aðalega úr fjölskyldu konunar sem að tengjast þessu líka. Já, það Landgafa konunar. Já, hann var fæddur á Gauksstöðum í Garði árið 1871, hét Álfur Magnússon og var svona, ef ekki að segja bara svona svolítið Sölvi Helgason. Og samdi mikið að ljóðum, orti mikið að ljóðum og ég samdi nokkur lög við það og við erum búin að útsetja eitt lagi fyrir kvartett. Við gerðum það reyndar í fyrra þegar ég var á listahátíð með kvartettspil líka. Og þá að flytja það og ég að reyna að fá frænku mína til þess að syngja með, af því að það svo stór partur af laginu, söngurinn eða textinn. Þannig að það verður gaman. Þetta verður ótrúlega, ég veit ekki hvort að ég lifið af með geðsýraringu þarna, þessa tónleika sko, því að það að spilað á hljóðfæri sín og laga eftir sjálfan sig. Já, gerist ekki mikið betra? Nei, ég held ekki.
svo hef ég verið aldrei dottið í huga að semja nein lög eða eitt eða neitt. Kom það bara allt í einu? Já, þetta var alveg ótrúlega skrítið. Ég er mjög forvitinn fortíðina og var að lesa í bók sem heitir Frá Ystu-Nesjum og þar er þáttur þennan Ál Magnússon og svolítið að ljóðum frá honum. Og var alltaf með bókinn inn á vegstæðinu hjá mig bara og var að lesa svona í gegnum þetta svona öðru hvoru með vinnunni og svona og svo einn daginn þá greip ég gítarinn og ég vissi ekki fyrir á 2 dögum þá var ég búinn að semja lög við 11 ljóðabálka. Það var alveg ótrúlegt, það var bara eins og að lögin kæmu svona til mín bara út úr ljóðunum. Það var alveg magnað. Og eitt af þessum lögum verður flutt þarna á tónleikunum. Það heitir Horfin æska og mjög sterkur texti við það lag sem og skemmtilega. Voru textarnir frá, þetta voru lög við textana frá Álfi? Já, allt saman. Það var alveg, og síðan hef ég ekki samið eitt lag. Nei? Nei, þetta bara kom bara þarna. Og hvernig samtöluðu þau? Bara á gítar. Á gítarinn? Já, og það er svo magnað sko að ég prentaði út textana og skrifaði hljómana við þá sko. Ég les ekki nótur og svoleiðis sko, þannig að ég gat ekkert verið að skrifa nótur við þetta sko. En bara fyrsta spilunin á hverju lagi festi svo rosalega í hausnum á mér að ég gleymi þeim aldrei. Alveg frá því ég byrjaði að læra hljóðfærasmíðina eða fiðlusmíðina þá sagði ég við sjálfa mig að ég myndi einhvern tímann bjóða upp á tónleika þar sem það yrði spilað á hljóðfæri eingöngu eftir mig og það er að verða raunin núna 1. nóvember.